Já, komið þið sæl, hérna eru reynsluboltarnir í Rauða borðinu. Til mín er komin Ólafur Arnarsson, Lárus Guðmundsson og Steingerður Steinarsdóttir. Óli blaðamaður, þú ert fyrrverandi bara. Nei, ég er blessaður þegar ég var allstaðar maður. Ég vann á RÚV í 12 ár og var í íþróttum og auglýsingamálum og svo bara, þú veist, sjálfstæður líka. Þannig að ég geri bara það sem hendi næst. Já, þú veist samt ekki, þú hættir í atvinnumennskunni bara geta lagst út af. Nei, ég þurfti að fara að vinna hörðum höndum maður. Já. Og Steingerður, þú ert í stjóri liðið núna. Já, það passar. Herri, ég vil bara byrja að segja fjandans, sko, að hérna Rússar séu að senda dróna yfir Pólland. Þetta er bara... Já, þetta eru váleg tíðindi. Já. Og þeir eru upp á standa það nú reyndar að þetta hafi ekki verið gert viljandi. Það eru nýjustu fréttir, en Guð veit... Það trúir þið ekki? Nei, að þetta sjálfsögðu voru ekki. margir til þess. Þetta var bara... Sko, málega það, þetta er fyrsta skiptið á minni ævi á undanförnum kannski 2 árum sem ég var óttast að komi heimsstyrjöld. Já. Skilur, og það er ekkert þægileg tilfinning þegar maður á börn og barnabörn og... Já. Svo sannarlega ekki, og maður finnur sko svo rosalega illa til þess núna þessa dagana að það er þessi kvíði. Hvernig verður sá heimur sem börnin okkar og barnabörnin taka við, og líka vegna loftslagsvárinnar að maður er alltaf að hugsa, maður fékk að njóta náttúru, maður fékk að njóta heilbrigðs og góðs lofts og þú veist, yndislegar æsku, og hvað eiga okkar börn og barnabörn eftir að þurfa að takast á við. Já, ég held að þetta sé, ég sá að Albert Jónsson, sem er nú mikill öryggissérfræðingur, hann velti því fyrir sér hvort að Pútín væri þarna bara svona að láta á það reyna hver samstaða Vesturlanda er þegar allt kemur til alls. Auðvitað verður með svona vitleysinga eins og Pútín þarna. Hann er ekki vitlaus, þó hann sé vitleysingur. Hann er að ég hef fulla trúið að hann sé að prófa að það hefur náttúrulega kvarnast úr samstöðu Vesturlanda, heldur betur. Við sáum náttúrulega það gerðist innan Evrópusambandsins þegar Bretarnir gengu út. Nú Bandaríkin eru alls ekki þessi bakhjarl sem að Evrópa hefur alltaf haft. Við vitum ekki hvar við höfum Bandaríkin í dag þegar á reynir. Og mér finnst líklegt að sé verið að láta á þetta reyna, og þess vegna held ég að skipti gríðarlega miklu máli að Evrópa standi við stóru orðin, fari í þessa hernaðar uppbyggingu sem því miður þarf að fara í, og ekki síður gerist það algjörlega skiljanlegt núna að það verður ekkert svona liðið. Þetta er ógnun, það er verið að raska ró okkar, það er alveg ljóst. Ekki spurning. Ég held svo sem í þessu tilfelli að Evrópa hlýtur að þurfa að sýna mátt sín og megin með einhverjum hætti, en ég myndi ekki mæla með því að þeir fara að senda herlið til Úkraínu til þess að berjast gegn Rússum. Ég held að það yrði algjörlega... Það hefur nú ekki verið svona rætt í mikilli alvöru, en það hefur verið rætt, og sem Zelenski var að nefna núna, að það er að vera með sameiginlega loftvarnir. Já. Vissulega, og það er náttúrulega það sem hefur verið til dæmis tilgangur mikið af þeirrum hernaðaræfingum sem hafa farið fram hér á landi, að það hefur einmitt verið að tryggja og vera vissum að þessi lofthelgi og loftvarnir Evrópu sé í lagi. Ég fylgist mikið með þýsku pressunni, og þar er umræðan einmitt á þessum nótum að þeir þurfa að framleiða meira hergögnum til að styrkja sig. En það er líka andstaða við það að fara eitthvað inn á úkraínsk svæði með sinn her. Það held ég að komi ekki til greina hjá þeim þýsku. Það er, já, ég veit hvað það tala um. Það er náttúrulega hefur verið. Ég bjó í Þýskalandi, kannski ekki eins lengi og þú. Ég var þar í 2 ár. Og ég skynjaði það mjög vel hjá Þjóðverjum að sko, þú virðist verið að fara að fenna eitthvað yfir það núna. Að sko minningarnar frá seinni heimsstyrjöld, minningarnar frá Þriðja ríkinu voru að hrella Þjóðverja. Ég bjóð þarna fyrir tæpum 30 árum, og þá var þetta mikið að hrella Þjóðverja. Ég man það til dæmis að þegar að Þjóðverjar urðu Evrópumeistarar, með minnir að það verið 96. Já, eitthvað það
Evrópumeistarar í fótbolta og þeir samstarfsmennirnir þjóðverðarnir, þeir voru ekkert að hreykja sér að því menn hefðu nú flestir barið sitt aldrei á brjóst og ég spurði, af hverju eru þið ekki að fagna þessu? Við bara sagan leyfir okkur ekki að vera að fagna einhverjum svona sigrum. Þetta er að breytast og ég skil og veit hvað Lárus er að tala Ég held að það sé ekki eins fjarlægt núna og það var fyrir nokkrum árum að við sjáum þýskt herlið á erlendi grund. Já, en ekki í Úkraínu. Þeir fara ekki þangað held ég, sko. Nei, ég skal ekki nema komið til einhverja átaka sem að beinast að þeim. Einmitt. En þetta er heimur versnandi ferð. Það er bara þannig. Við sjáum það bara í fréttum og hverju kvöldi. Og netinu endalust. Það er svo að hryllingurinn í gas og svona. En hérna... Við verðum að tala leikinn í gerð. Horfður ekki á hann, Lárus? Heyrðu, ég horfði á hann maður og svo allt í einu bara klippti sín útsendinguna. Það voru einhverju tæknilegur, örðulegur og ég bölvaði öllum þeim tungumálum sem ég kann. Ég sá allan leikinn. En svo það máttur samfélagsins, svo kastaði ég út og sagði, hvað nægir leiknum? Og þá var mér strax bent á Viaplay og fljótur að sippi yfir á það og þar með gekk það svona nokkuð við, hnökralaust. Ég var bara með þetta Apple TV. Það kom, ég held að nágrennir væri komin inn á ráterinn minn og voru farin að heyrast einhverja raddir. Já, einmitt. En myndir rofnaði aldrei. Já, en frábært. Í fyrri hálfleik. Heyrðu, en var þetta löglegt mark? Heyrðu, ég segi bara, sko, ég er gamall center og ef ég hefði togað í þennan leikmann, þennan stóra mann, þá hefði mér fundist bara markið átt að standa vegna þess að í rauninni var þetta sára lítið en dugði aðeins til að trufla hann og hann ýtti þessu undir þetta með því að láta sig falla fram en ég segi 6 af hverjum 10 dómurum hefðu látið þetta standa 4 hefðu dæmt á þetta vegna þess að hrindingin var til staðar en það hefði aldrei verið dæmt á þetta í Englandi til dæmis þannig að við vorum held ég svona rændir. Já. Ég ætla bara að fullyrða það líka að við hefðum ekki fengið víti út á svona brot. Það sem að gerist þarna var að Mbappé hann hjólaði dómarann og sagði þú er að skoða þetta og sparkaði svo boltanum frá miðju og tilbaka að vítategnum og þú veist, dómarinn var strax þarna undir ákveðnum áhrifum. Sem er erfitt að standast. Alveg. Þannig að ég lít svo í raun og veru höfum við unnið þennan leik 2-1. Já, en þetta er samt sem áður, sko, ég ætla að segja liðið, þetta er eitthvað svona ferskt og gott. Ég eiginlega, sko, ég var dolfallin yfir markmannunum, honum Elíasi Rafni, sko, þú veist, fyrir utan vítavörslunni og Hannes forðum á móti honum Messi, þá er þetta bara besta frammistaða sem ég hef séð í sögunni. Fótboltamarkmaður sem er tilbúin í að verja eins og handboltamarkmaður þegar það er gulsígildi. Stór og mikil, sko. Það er ósanngjarnt að taka einhvern út fyrir rammar, sko, vegna þess að í rauninni varnarleikurinn var flottur og Sverrir Ingi stjórnaði vörninni eins og herforingi, hann Sverrir Ingi, ég held ég sé að ekki að rugglast og síðan var miðjan ótrúlega góð á boltanum, held honum vel og tengdu vel við framherjana sem voru allir að standa sig. Samlaður. Það heldist yfir mann svona Lars Lagerbäck liðs tilfinning. Akkurat, þú ert alveg hann að hitta en ég skil ekki að hverju belgar get ekki notað andra. Sko, ég held að það bara sé spurning sjálfströst í honum. Sko, hann hefur sýnt góða leiki og svo er hann dottið niður á milli og svo er að hann með sendera ef þeir skora ekki 3 leiki í röð. Þá ferðum að líða illa og svo komið einhver aðrir 3 og þú skorar ekki og þá fer liðun að líða illa með þannig að þetta er ég skil. Mikil pressa sko. Já, mér fannst bara svo flott að þeir bræður þeir bökkuðu alveg nýður til að þegar það var stór sókn á okkur og svona. Mér finnst hinn bróðurinn líka mjög spennandi leikmaður sko. Maður sér svona takta í honum sem er aðeins öðruvísi, þeir eru ekki líkir þú séu báðir framherjar og senderar en bróður hans, ég held að ef hann þroskast áfram svona þá verður hann bara frábær leikmaður sko.
Það er bjart framöndan. Hefur þú ekki á þessu, segir þú? Nei, veistu það, ég hef jafn mikið áhuga og vit á fótbolta og kötturinn og ég segi alltaf bara, þú veist, af hverju láta þér ekki mennin að fá fleiri bolta í staðan fyrir að láta það rífast þennan eina. Þá verður þetta ekki leikur. Nei, það náttúrulega kannski alveg rétt. Þá þetta bara einleikur. Já. En þetta svona til dæmis íslensku landsliðin í fótbolta og handbolta og svona þetta og núna í körfunni, þetta hrífur. Já, sjálfsögðu og mér finnst þetta frábært og algjörlega frábært að Íslendingar standi sig en það ekki nóg til að draga mig að sjónvarpinu þegar þeir að standa sig en mér finnst alveg dásanlegt og ég verð voða glöður reikinn þegar þeir standa sig vel. Já, maður þarf ekki að skilja bara samþykja það, bara þetta gott. Svo má auðvitað ekki gleyma því að í dag fremsti þjálfari bara sem hefur verið líka við í Íslandssögunni. Kannski ég gleymi einhverjum. En Arnar Bergmann Gunnlaugsson hann fær leikmenna til að berjast til síðasta manns fyrir sig og þeir vilja svo mikið að honum gangi vel og hann gefur hann líka svo mikið traust og sjálfstraust og segir við að verið bara óhrættir, þetta bara frakkar og þetta bara í París, það ekkert merkilegt við þetta og þeir koma með kassan þandan út og berja sér á brjóst og eru eins og heil eining. Og ég held að íslenska þjóðin þurfi svolítið að taka íslenska landslið eins og spila í gær sér til fyrirmyndar. Því þar ekki eining. Nei. Þetta var virkilega flott sko. Nú fer okkur að hlakka til landsleikja sko. Já. Svo október. Bara úlpa sig upp. Já. Það verður að hefna til dæmis fyrir þennan frakka leik þegar við fáum þá í október. Þeir koma hingað. Já. Ekkert annað sem gildir. Þegar við gerum jafntefli við frakkan á sínum tíma. Þá voru þeir nýorðnir heimsmeistarar. Þeir koma hingað að fyrsti leikurinn, þeir keppa á Ísland og þegar að þjóðsöngur á leikinn, þá hlógu þeir voru svo hátt uppi með sjálf á sig og litu svo niður á okkur. Það var alveg sýnilegt allan tíman. Og svo áður en þessi leikur fer fram og þá ég á Tjaldstæðinu og Hólum í Hjaltadal og það líka Guðjón Þórðarsson landsliðsþjálfari og við förum að spjalla saman og málkunni menn og þá segi ég þetta verður nú meira bustið á móti heimsmyndarum. Nei, segir hann. Nei. Og segir nokkur, leikurinn fyrir 1-1, sagði Guði. Og segir nú, hvernig? Hann svo vittlaus í Bartelsleik í markinu. Ég skal segja sögu á honum þegar þú ert búinn. Já, hann fer svo hleypur svo oft út úr markinu og ef við fáum aukaspyrnu á góðum stað að Rúnar tekur hana og Rikki Daða skallar yfir hann. Já. Og svo, eins og við fáum alltaf á okkur mark, segir hann svo, hann 1-1. Þá ég í Voldklass og var að vera að veðja þetta og ég sagði 1-1 og Rikki Daða myndi skora mark. Nei. Þetta gekk alltaf. Ég búinn að bjóða kallinu nokkur sem að koma og hann geti bara sagt þess að sögu sjálfur. Já, en akkurat í þessum leik þá var ég að vinna fyrir RÚV sem íþróttafréttamaður og taka viðtöl og annað. Svona 20 mínútur fyrir leik þá ég að væflast þarna fram að ganginu fyrir fram að búningsklefann og ákvaða að labba ég svona undir þar sem Baldur sagði ég var með hlaupabrautinni og labba svo eitthvað inn eftir brautinu sem bara eitthvað slaga á. Gengi ekki fram á Bartes sitjandi bak við súlu að reykja og hann rauk og fætur og öskraði á mig á frönsku drullaði burtu. Já, ég held hann hafi sagt það. Það er líklegast. Þannig að þetta myndi ekki gerast í dag. Markmaðurinn myndi ekki sitja einhverstur í hotni þar sem engi sagði til og væri að smóka sig. Nei, reyndar hann væri kannski að tróða þessu tóbakspúðum. Það getur við. Já. Þegar ég reykti og ég misti sígarettu, þá beygði ég mig eftir henni. En ég veist þessi nikótínpúðar kosta allt og lítið því að þeir allt, þeir sem missa það tekur ekki að beygja sér eftir. Þeir verða bara að vera margfaldaði verði. Þetta þjóðar ósíður. Þetta ekki eitthvað sem við að líða. Að unglingar séu stöffandi eða tróðandi í sér tóbakspúðum. En þetta kemur fyrirmyndirnar gera það. Það engar forvarnir á Íslandi. Sjáu einhver tíman landlæknisembættið auglýsa ekki taka púða eða einhverja herferðir neysluna. Nei, ekkert. En það sem svo hættulegt við
einmitt nikotín að taka það inn á þennan hátt í munni. Það að þá svo greiðan aðgang í gegnum slímhúðina og fólk að fá munnkrabbamein og barkakrabbamein og langar fólki virkilega í svoleiðis. Að missa barkarkýlið og röddina og... Fólk hugsar ekki þannig, ég ekki veit fyrir mig, við gerum það vorum ung. Þetta er svo mikið af yngra fólki sem svona einhvern veginn ekkert að spá þetta eins og Sigurjón segir, sko. Ég er eitt eins og þú og það besta sem fyrir mig hefur komið var að hætta reykja. Já, ég held. Sama hér. Ég reykti mikið. Gamalt sjóari maður, alveg bara alltaf með... Já, þetta maður sér fólk eiginlega ekki reykja, Íslendingar reykja ekki lengur. Nei, en svo þegar maður aðeins að fylgjast með, þá allir að tróða upp í sig, meira og minna, sko sérstaklega yngra fólk. Okkar kynslóð byrjaði unglingar, við vorum kannski 14, 15, 16 ára gömul þegar við byrjum að fikta við að reykja og við vorum hætt, flest okkar og upp úr 20. Nei. Er það ekki? Það var miklu meira úttalt hjá okkur Sigurjóni. Já. Ég var ekkert einir það maður. Þegar ég byrjaði sem blaðamaður á DFF, þá fékk ég rafhlöður, batteri í tæki mitt. Já. Einn penna og öskubakka. Já. Og meira þess að gera þetta svona í glít, svona DFF stóð inn í honum, sko. Og svo reykti maður alltaf í borðið sitt. Og var ekkert glas á borðinu líka? Nei, kannast ekkert Nei, það var nýbúið að banna áfengi. Það hefði gengið og langt, sko. Ég man eftir mörgum íþróttafréttamönnum og fréttamönnum sem fengu sér nú aðeins þegar það voru að vinna, sko. En það var líka þessi undarlegi siður að vera að bjóða upp á áfengi á blaðamannafundum. Að þegar ég byrja 1989 að ef maður fór á blaðamannafundi fyrir hjá hinu opinbera þá var æmilega boðið upp á áfengi og ég skildi þetta ekki mér fannst þetta svo fáránlegt þetta var kannski á miðjum degi jafnvel klukkan 10 á morgnana og það var alltaf boðið upp á áfengi og þú áttur að vera þarna til þess að vera með athyglinni í lagi og vita hvað væri sagt og skrifa svo það fréttir. Nei, þau vildi hafa það jákvæða. Mjög jákvæð. Ég var í erlendum fréttum og ég fór aldrei á þessa blaðamannafundi, ég misti alveg að þessu. Auðvitað, Ólafur minn, ég áttaði mikið á þessu, þetta er mjög strategi. Við fórum nokkru til að horfa á KR spila Evrópuleik í Hvíta-Rússlandi, Mósir í Hvíta-Rússlandi og hótelinu, það var alltaf hálf líters vodkaflaska í morgunmöndin. Þetta er gestrisni, þú er eitthvað miskilinn þetta. Heyrðu, sko, Alþingi, það er búið að leggja fram fjárlagafrumvarp og það veldur öllum vonbrigðum, eða ekki? Er þetta ekki þannig frumvarp? Við vildum að vera sótt meira til þeirra sem mest hafa og þeir vildu það alls ekki. Já, er þetta ekki alltaf það sama? Er það ekki alltaf að fjárlagafrumvarpi veldur vonbrigðum? Ég man allavega ekki eftir einu einasta ári þar sem einhver hefur fagnað af heilum hug og alfarið að fjárlagafrumvarp kemur fram. En mér finnst margt áhugavert þarna og margt gott og mér finnst verið að stíga skref og auðvitað er ýmislegt sem þarf að athuga og auðvitað vildi maður sjá ýmislegt fleira líka og ég meina það þarf auðvitað að skoða sem allra fyrst þessi mismunum gagnvart öldruðum og öryrkjum að þeir skuli fá hækkun á meðan að hinir eldri sitja eftir en til dæmis það sem að verið að boða varðandi samgöngumál og átak í því, það finnst mér mjög jákvætt. Við höfum setið svolítið eftir þar. Ég verð nú að viðkenna, mér finnst hann Eyjólfur Ármannsson hafa ýmislegt gott fram að færa, svo að sé ekki í sama flokki og ég. Nei. Ég verð að segja eins og ég verð að segja ykkur hverja mann hann er. Pappans Guðjón Ármann Eyjólfsson sem var skólastjóri í stýrimannaskólanum í langan tíma. Já, er það pabbi hans? Mér finnst þetta fjárlagafrumvarp mjög jákvætt á heildina litið
og mér finnst jákvætt að það er dregið verulega úr, það mun sko, fjármálaáætlun frá því vor gerði ráð fyrir 26 milljarða halla á þessu ári á næsta ári, þarna er það skorið niður 11, það er jákvætt. Það er settir fjármunir í aðkallandi verkefni sem hafa verið svelt og málaflokka sem hafa verið sveltir. Það finnst mér mjög jákvætt og það er alveg bráðnauðsynlegt og þannig að mér sýnist sko vera, sko, það er stefnumótun í þessu fjárlagafrumvarpi og hún er í samræmi við þá stefnu sem að ríkisstjórnin lagði upp með og mér finnst mjög jákvætt að það er talað hreint út það á næsta ári verði lagt fram fjárlagafrumvarp hallalaust. Það stenst nú aldrei. Þú nú nóg og reyndu til að vita það að hallalaus fjárlög, hvenær voru þau síðast? Þú veist sérfræðingurinn í... Það var held í 2018. Það var örugglega Sigmundur verið. Nei, hann var nú ekki við völd. En það er hins vegar þannig að sko, það er búið að safna, það er auðvitað, það hafa komið áföll sem hafa leitt til skuldasöfnunar eins og COVID og eins og jarðeldarnir. Og þannig að það er ekki kannski hægt að bölsótast út af öllum þessum halla, en við skulum ekki gleyma því að fjárlögin voru komin í halla áður en COVID skall á. Þannig að það hefur verið hér óstjórn í ríkisfjármálum í langan tíma og á sama tíma og í öllum málum, ríkisstjórn Bjarna og Katrínar var með óstjórnar æði. Við skulum bara ekki byrja sko, það sem betur fer tilheyri svo ríkisstjórn fortíðinni. Þau eru að færa þarna peningar sem hafa farið inn í lífeyrissjóðuna hjá þeim sem að sko minnst er að réttinda njóta, það sem hafa lífeyrissjóðunar með þyngstu örorkubyrðina og eru að taka þá peninga. Og þá er verið að fara í þá sem kannski síst skildi og ég vona að þessu verið breytt. Þetta er ekki, þú getur ekki sótt peninga til þeirra sem eiga lítið að þeim. Sko það er nú alltaf þannig. Það er nú alltaf þannig að fjárlagafrumvarp er lagt fram og það tekur breytingum. Ég sé ekkit að því að það sé flutt til útgjöld og það sé flutta til tekjur. Það sem að þarf hins vegar að varast er að gera það sem varð alltaf hjá síðustu ríkisstjórn, sem var það að það var bara bætt í og hallinn bara stækkaður. Það er það sem má ekki gerast. Það sem að núverandi ríkisstjórn er alltaf að gera, hún að breyta nöfnum og sköttum, kalla þetta gjöld og leiðréttingar og annað, þetta eru bara skattar, þetta eru bara meira álögur. Ef þú ert að tala veiðigjöld það er veiðigjöld. Ég hef aldrei heyrt það að hækkun húsaleigu til dæmis sé skattahækkun. Nei, og svo líka húsaleiga er rétt eins og veiðigjöldin, bara frádráttabær liður í rekstri fyrirtækja. Það getur bara ekki verið skattur. Og mér er alveg sama hvað fjármálaráðuneytið sagði við framlagningu veiðigjaldafrumvarpsins. Það bara stenst enga skoðun. Það er bara orðskrýpi að kalla gjaldtöku fyrir afnot af einhverju skattheimtu. Svo er það samsköttun hjóna sem verður tekin klift út. Ég veit ekki sjálfur hvað það myndi til að stýta fyrir mig. Ég held að þetta auknar álögur. Þetta þýðir ekkert fyrir mig, ég held að þetta þýðir nú ekkert fyrir vel flesta. Nei, er ekki svoleiðis? Já, ég held að sé nú þannig. En ég hins vegar, ég gerir ráð fyrir því. Til að nota persónuafsláttinu. Já, ég gerir ráð fyrir því að ef að þessi samsköttun verður afnumin, eins og lagt er til, þá hlýtur náttúrulega gagnkvæm ábyrgð hjóna á sköttum maka að falla niður. Já, einmitt. Og það væri heillaspor. Og mætti fella niður jafnvel þótt samsköttinu væri leyfð. Já, akkurat. Sammála því. Og ég líka alveg sammála því sem þú segir að mér finnst vera stigin þarna mörg góð skref í þessu fjárlagafrumvarpi og það eru þetta líka alveg rétt að þeirra verið að koma út úr langvarandi hallarekstri þar sem hallinn hefur verið jafn mikill og raun er á að þá er ekki hægt að gera alla hluti í einu. Það bara
liggur í hlutarins eðli. En ég er líka óskaplega spennt fyrir þessari atvinnuáætlun og uppbyggingu í atvinnumálum sem að þau eru að boða, nýsköpun og fleira sem að verið er að boða og þau eru að vinna að atvinnustefnu hér á Íslandi. Og ég er svakalega spennt fyrir þessu því að ég er ein af þeim sem að mér ógnar bara hreinlega þessi áhersla á sjókvíaeldi og til uppbyggingar á atvinnu úti á landsbyggðinu. Ég myndi vilja svo gjarnan sjá eitthvað skynsamlegra og eitthvað sem er sjálfbærara og betra fyrir bæði náttúruna og fólkið. Og ef að það til dæmis þessi nýja atvinnustefna og áætlanir atvinnu uppbyggingu skila því að við losnum bara alfarið við þetta ömulega sjókvíaeldi, að þá væri það örugglega eitt af stærstu gæfusporum sem að íslensk ríkisstjórn hefur tekið. Já, það virðist nú ekki vera að þora að taka það skref. En varðandi sjókvíaeldi versus landeldi, þá finnst mér bara munur að vera að sá að ég get ekki borðað sjóeldislax, en mér finnst hinn bara úr landeldinu mjög góður. Samherjamenn hafa verið þetta með Þorlákshafnblóð, það er bara úrvalsfiskur af mínum mati. Og ég er að byggja milljarðarstöð á Reykjanesi. En málið er náttúrulega... Mitt heimili kemur ekki inn fiskur úr sjóeldi. Nei, ekki heldur heima hjá mér. Þannig að það er ekkert með bragð að gera, en ég trúi því alveg að landeldisfiskurinn sé betri. En það sem mér finnst ánægilegt til dæmis með þessa atvinnustefnu og að það var skipuð þessi atvinnustefnu nefnd og í henni eru erlendir sérfræðingar og innlendu aðilarnir eru óháðir aðilar. Íslenski siðurinn hefur verið að fá fulltrúa frá hagsmunaaðilum og það kemur aldrei nema lægsti samnefnari út úr því. Já, það er alveg rétt. Þannig að þetta gerir þetta ennþá meira spennandi. Þetta vissi ég ekki. Mér finnst það. Lárus, Miðflokkurinn. Já. Að eftir Kastljósþáttinn sem að Snorri var, og þá segir miðflokksfólk að það svona sætir svona ónotum frá öðrum. Þessi illa talað og við ykkur. Það er ekki rætt. Ég kannast alveg við þetta og málið er bara einfaldlega það. Ég er búin að vera í miðflokknum einhver tæp 4 ár og á þeim tíma hefur verið fjöldinn allur af fólki úr sem er trans, eða ég sé ekki fjöldinn allur, en þar hefur verið fólk sem er trans, samkynhneigt og bara alls konar og verið í ráðum og stjórnum. En svo lætur Snorri þessu ummæli falla og ég held ég alltaf fram að þó að maður eigi að gæta svona bara alls í nærveru sálar þá finnst mér hann eigi rétt á því að segja það ef hann trúir því að kynin séu 2 að þá má hann segja. Ég held að sé ekki verið að gagnrýna beinlínis fyrir að segja kynin séu 2, það verið að gagnrýna fyrir það að þeir sem að fólk sem að hefur aðra kynvitund, það upplifir sig að það hafi fæðst í líkama sem að passar ekki við kynvitund þess. Að tala það sem hugmyndafræði, það er verið að smætta fólk, það er verið að segja í raun og veru að það sé ekki til. Það sé bara miskilningur. Mér fannst hann ekki ganga svona langt eins og þú segir. Hann er að tala bara hugmyndafræði samtakana 78 og ég ber virðingu fyrir þessu starfi sem er unnið þarna og ég ber virðingu fyrir öllum þeim sem að upplifa sig á einhvern annan hátt en er kannski svona það sem að algengt er. Ég held við værum eiginlega komin á þann stað að við bara samþykktum fólk. Við samþykkjum fólk. Nei, við gerum það ekki ef við segjum já, en þú, þetta er bara miskilningur, bara hugmyndafræði, þú ert raunveru ekki til, þetta sem þú ert að lýsa ekki til, þetta er bara miskilningur, bara hugmyndafræði. Alveg ósammála, en hann var bara að tala hugmyndafræði samtakna 78 sem svona heyrði meiri hluti þjóðarinnar. Og mér langar aðeins að ljúka þessu. Svo er þetta tekið þannig að helstu fjölmiðlum að bara miðflokkurinn sé bara flokkur sem sé á móti samkynhneigð, móti öllum réttundum og auki við bakslægi. Það er bara alls ekki þannig. Þetta er hættuleg umræða vegna þess að það hefur orðið bakslag. Þetta fólk verður fyrir það verður fyrir árásum það náttúrulega upplifir sig óöruggt
þegar að kjörin fulltrú á þingi þjóðarinnar kemur og segir að þetta líf þessa fólks sé bara hugmyndafræði. Nú veit ég ekki hvernig hugmyndafræðileg umræða innan miðflokksins og ég ætla að bera fulla virðingu fyrir því að það kann að vel að vera þar innan dyra ríki eitthvert umburðarlyndi. En ég var alin upp við það til dæmis að það var allt í lagi að kalla fólk með þroskahömlun fávita og það eitthvað sem við gerum ekki í dag. Og ég vil byggja upp samfélag þar sem að öllum líður vel og fólki finnst vera borin virðing fyrir því og það mæti skilningi og uppbyggilegri umræðu en ekki fordæmingu og útskúfun. Og ef að ég þarf að tilenga mér einhvern nýjan orðaforða og gæta orða minna á einhvern hátt vegna þess að ég ekki alin upp við þá umræðu að kvár og hán séu til dæmis og ég enn ekki alveg fullkomlega búin að tilenga mér hvernig á að nota þau hugtök, að þá ég bara ekkert of góð til þess. Það bara ekki ofverkið mitt og ég held að Snorri sé bara betur undir það búin heldur en ég að tilenga sér nýtt orðfæri og það bara ekkert að því að gera það og það engin skoðanakúgun sem felst í því. Það eina sem að í því felst að þú samþykkir að bera virðingu fyrir tilfinningum annara. Sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta. Skoðanakúgun, það skoðanakúgun þegar að það hellist yfir Snorra hatursorðræða fyrir það að hann lýsi skoðunum sínum. Hann ekki að fordæma samkynið, hann ekki að fordæma samtíki 78, en það nú oftast hannig að flestir af stærstu miðlum landsins taka oft upp þegar einhver einstaklingur segir eitthvað, þó að segja þingmaður miðflokksins, þá bara allir miðflokksmenn á þessari línu. Við Íslendingar, við stöndum fremstir allra þjóða, held ég með fullir í að gæta réttindum samkynhneigðra og alla þeirra sem trans. Og það bara staðfest tölfræði, alþjóðlega og það svona ég átta mikið á því í hverju þetta bakslag fólki á Íslandi. Því mér finnst bara réttindi ef að samtíki 78 eða einhverjir úr þeirra ranni vill fá auki réttindi, þá tekur þjóðin bara afskaplega vel í það. Ég vil nú vera að horfa á þess að þætti hatur í sjónvarpinu og þar kemur mjög skýrt og greinilega fram í hverju þetta bakslag fólkið og tengdasonur minn hann vann nú lengi og vinnur enn inn á tómstundamiðstöð fyrir hinsegin börn. Þar þau að lýsa því hvernig það gert á þau í skólanum, hvernig það rækt á þau, hvernig þau fá ekki að tjá sig og allt saman út af því að það grunur að þau séu hinsegin, út af því að þau börnin upplifa þau á einhvern hátt öðruvísi. Við stöndum líka frammi fyrir því að á internetinu núna þrífst mjög alvarleg umræða og það mjög auðveldur aðgangur að alls konar skoðunum og þær ekki allar fallegar og ekki allar æskilegar og þegar þú sér þetta á internetinu og þú ert ungur, óþroskaður einstaklingur, þá trúir því að þetta sé satt. Við líka með vandamál gagnvart incel mönnum út allan heim og sumir hverjir þeirra hafa gengið svo langt að drepa konur. Og þetta að verða umræða hér líka, valið umræða og við virkilega tilbúin einhvern veginn, alveg, ég tek undir, ég get ekki samþykkt að Snorri hafi átt að eiga það skilið að fá yfir sig fúkyrða flaumin og hatursorðræðina, alls ekki, en ef við ætlum að halda því að við séum hér með opið og lifandi samfélag þar sem öllum getur liðið vel, þá þurfum við að halda vök okkar og það ekki heppilegt þegar það stígur fram einhver valdamikil manneskja, einhver manneskja í virðingastöðu og talar á þeim nótum sem Snorri talaði. Ég horfði á þetta viðtal og ég tek alveg undir með Ólafi, mér blöskraði og mér leið hreinlega illa. Ég ekki að taka undir það að það sé eðlilegt að Snorri sé að fá morðhótanir og fúkyrða flaum, alls ekki. En hann verður átt að sjá því. Og ég að tala Snorra, ég ekki að tala allan miðflokkin, ég ekki að eigna öllum miðflokknum orð Snorra. Hann verður átt að sjá því að það sem hann sagði talaði inn í hattursumræðu. Já.
Akkurat, hatursorðræðu. alveg. En ég ætla að benda á eitt líka. Í flestum skólum landsins hefur samtökunum 78 verið veitt greiður aðgangur að því að fræða og uppræta alla þá sem að tala á einhvern hátt gegn réttindum samkynhneigðra. Og ég bara ítreka það, ég held að nánast öll þjóðin og þú finnur alltaf einhverja sem gera eitthvað á skjön við það sem að þjóðin er að gera, eða hugsar. Og ég held bara það að við Íslendingar stöndum vörð þessa minnihlutahópa af hvers konar sem þeir eru og við munum gera það áfram vegna þess að það er alltaf verið að uppfræða þjóðfélagið það hvernig ber að standa að því að umgangur þá sem að tilheyra þessum hópum. En er það þannig að þessi eftirmálar af þessu kastljóðsþætti hafi raunlega skaðað flokkin eða því sem ég held bara tímabundi, ég held að svona almenningur átti sig á því að til dæmis bara eins og ég var að segja á henni í miðflóknum, það eru bara alls konar fólk og ég þekki transmannesku sem í miðflóknum. Hún í trúnaðarstörfu fyrir flokkin, hún afskaplega svona vel meðhöndluð og komið vel fram við hana og svo eru samkynniðir sem sagt hommar og lesbíur og þeir fá allir bara mesta stuðning sem hægt að gefa í einu flokki. En þá ætlum við forseti Íslands að fá bátt fyrir frá sjálfstæðismönnum held ég allara fyrir að hafa sagt að það ætti að leggja þetta málþóf og jafnvel breyta lögum þingstörfin svo þessi ekki hægt að gera þetta og þá segja þau að þetta var ekki málþóf. Það vita náttúrulega allir þetta á málþóf. Já, og forsetinn hafi stigið þarna yfir einhverja línu. Mér fannst forsetinn skora 3 stiga körfu þarna. Já. Og ég heyri ekki annað en að það sé mjög vel tekið í þetta. Og það hefði einmitt verið þörf á því að forsetinn kæmi inn á þetta. Í ljósi þessara ótrúlegu vikna þarna í aðdraganda þingloka. Mikið ég sammála. Mikið ég innilega sammála. Mér finnst það bara algjörlega óþolandi að það sé hægt að halda þjóðþrifamálum í gíslingu dögum saman og í þeim tilgangi að neyða löglega og réttkjörna ríkisstjórn til að draga mál tilbaka. Og mér alveg sama, kannski auðvitað ég jákvæðari vegna þetta var akkurat þetta frumvarp, ég skal viðurkenna það, en ég hugsa að mér hefði liðið eins, þó að það hefði verið mál sem að ég væri persónlega ekki fylgjandi. Ef við erum lýðræðisinnar, þá viljum við að lýðræðið virki og það að lýðræðið ráði og í því felst að meirihlutinn það eru þetta meirihlutinn sem á að ráða en ekki minnihlutinn. Það er tekið samtal en þegar upp staðið þá það meirihluti sem ræður. Og þetta verða menn að sætta sig við líka þegar það eru minnihluti. Ég get ekki annað en brosa bara út í annað vegna þess að málþóf hefur verið við líði síðan að ég byrjaði að fylgjast með pólitík mjög langt síðan. Já, það Íslandsmyndi var sett í sumar. Eftir í hvar þú ert í hvora megin þú ert við línuna, hvort þú stýður ríkisstjórnina eða ert hinum megin, þá það alltaf þannig að þér finnst þetta málþól alveg ömulegt. En það ekki verið að brjóta neinn lög að fara gegn einhverju reglum. Nei, það var heldur ekki brjóta neinn lög eða fara gegn neinu reglum þegar 71. greininni var beitt og bara bundin endi á málþól. Og hvað? Mörgum fannst það einkennilegt að grípa til þeirra ráða, en hún hafði rétt á þessu. En málið náttúrulega líka. Og mjög margir segja hefði átt að gera það miklu fyrr. Já, og málið líka það að það hefur verið kvartað undan þessu málþófi jafn lengi og það hefur viðgengist. Þannig að það ekki eins og þessi umræða sé ný. En þarna náttúrulega gekk þetta út í svo miklar öfgar að það var eiginlega ekkert hægt að gat enginn litið framhjá þessu. Þetta var komið margfalt Íslandsmet. Þetta var svo sem ekkert skemmtiefni að horfa á Þetta gerði ekkert gagn, það var ekki verið að reyna að bæta þetta mál, það var bara verið að reyna að stoppa mál
sem að var þinglegu meirhluti fyrir. Og við skulum líka athuga það að þarna nýkjörin ríkisstjórn sem fær mikið fylgi og við verðum bara að sætta okkur við það. Við verðum að sætta okkur við að fólki var búið að tala vegna þess að það var ekki eins og Kristrún og þær hefðu legið á því í kosningabaráttunni Inga Sæland og Kristrún að þær ætluðu sér að setja á veiðigjöld. Og af hverju skilju þá ekki allir að þær fljóta meðal annars kosningu vegna þess að þær ætluðu að setja á veiðigjöld. Ég held að það hafi nú ekkert verið aðalmáli hefðan fyrir kosningar. Það var ekki aðalmáli. Það var skýrt fram. Það ekki svona skýrt eins og því. Bæði í umræðu og í stefnuskrá og Inga Sæland hefur nú talað fyrir því að setja á veiðigjöld alveg frá því að ég man eftir henni fyrst á þinginu og hún hefur talað það alltaf að það eigi að láta menn borga fyrir afnotaréttin af auðlindinni. Hún hefur talað fyrir því að það ætti að taka peninga. Inga Sæland talaði nú aðeins mikið aðdrata kostningana og það var nú ekki mikil innistæði fyrir mörg af því sem hún sagði. Þannig að hún að komið samt í ríkisstjórn. Út frá því sem hún sagði, allar bæturnar og öll réttindi sem hún að færa öryrkjum og öldungum og öllu lífstöðum. Þingmálalistan núna, það var nú mikið af málum sem að einmitt voru stoppuð í vor með gíslatökunni. Það svo erfitt. Sko, lögin eru þannig og það er að byrja með öll málin alveg upp á nýtt. Það er því þarf að breyta. Það er eitt af því sem forsetinn er auðvitað að meina. Já, það þarf að breyta því og við þurfum líka, það þekkist ekki málþóf í þingum í nágrannalöndum okkar. Það bara þekkist ekki. Þar eru bara skýra reglur það hvernig þinglega meðferð mál fá, hvernig umræður eru. Af hverju getum við ekki tekið upp eitthvað svipað? Svo eru Danirnir eru með öryggisvendil sem sá að ef að 1/3 þingmanna er mjög ósáttur við lagasetningu þá getur hann látið vísa því í þjóðaratkvæði. Já, getur það, en vegna þessa að sko, það er enginn gert það. Nei. Það er enginn gert þetta því að sko, áhættan svo mikil. Já, þetta leiðir til samkomulags. Ég get nú sagt þér að ríkisstjórnin í Þýskaland að ströggla með velflest mál og ekki hvað síst innflytjanda máli sem eru sem sagt toppurna og svona þeim málaflokkun sem að þeir eru að vinna með í þinginu, sko. Já, það er En ég sko tilheyri engum stjórnarflokki og ég kaus engan af þeim flokkum sem eru í ríkisstjórninni núna en samt sem áður þá get ég ekki bara sem lýðræðissinni og sem manneski sem annt samfélagi þá get ég ekki liðið svona framkomu því að mér finnst þetta bara ömurleg framkomu. Það er bara tól sem hefur verið notað lengi og það er annað tól sem heitir að bara slíta þessu samtali svo var gert. Þannig að þú veist, báðir aðilar hafa ákveðið vopni þessari baróttu. Þetta er vont kerfi. Það er miklu betra að útbúa kerfi og það eru til fyrirmyndir, útbúa kerfi sem leiðir ekki til þess að það sé farið í málþóf og síðan þurfi meiri hlutin að beita afli. Men af hverju hefur það ekki verið gert? Það hefur ekki verið neitt samkomlega að breyta kerfinu. Það eru vandræðin sem að mann standa fyrir á þinginu. Og það eru ýmis gömul og úrelt tól sem að hafa verið aflögð vegna þess að betri hafa fengist. Þannig að ég sé ekki að það sé mikið mál þó að forsetinn hafi lagt þetta til. Mér finnst þetta vera bara mjög eðlilegt og í raun og verið þjóðþrifamál ef að farið var eftir. Halla gerir þetta sko svona ólíkt því sem maður átti von á kannski frá henni en þarna lesum aðeins yfir þinginu. Þú veist, forsetinn á að vera svona föður ímynd eða móður ímynd og mér finnst allt í lagi þó hún fari kannski eitthvað út fyrir ramman og sendi mönnum skilaboð sko. Hún er ekkert fyrsti forsetinn til þess að senda skilaboð til þingsins. Hún er bara að stimpla sig inn svolítið sko. Það er allavega sko bæði Guðni og Ólafur Ragnar. Já. Alveg klárlega. En það er náttúrulega prófessor í stjórnmálafræði Ólafur Ragnar sem var forseti í 20 ár og kunni allar leikreglurnar. Allt saman. Er þetta ekki búið að vera ágætt hjá okkur bara? Jú, það er gott að... Þetta er bara búið að vera gaman. Er ekki? Jú, eins og þessi bara kaffjúsi.
Já. Það líku við, vantar bara kaffi. Já, einmitt. Ólafur Arnarsson, Lárus Guðmundsson og Steingerður Steinarsdóttir, takk ykkur fyrir komuna. Takk fyrir og það. Rauðaborðið heldur áfram að Vörmelsborði. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.